Ok, alright. Ég er búinn að vera svolítið í lélegur að posta upp á síðkastið. Desember mánuður hjá mér er búinn að vera freka busy. Ég var í Köpen núna. Ég var á Radiohead tónleikum sem voru alveg sturlaðir. Bara geggjuð upplifun. Annars er desember mánuður búinn að vera eitt besti mánuður hjá mér í trading bara á árinu. Þetta er búinn að vera geggjað mánuður. Ég var að taka payout, það var að lenda í bankanum. Geðveikur mánuður og ég get ekki beðið fyrir 2006 að ég er að fara að gera stór hluti. Ég er að fara að byrja að posta TikTok, ég er að gera stór hluti þar. Ég er að fara að scala tradingin mitt, ég er að fara að opna live account. Ég er að fara að vera að kaupa fullt af fleiri funded accounts og ég ætla bara scala tradingin mitt, adda kapital og bara followa trading planið. En ok, ég ætla að fara yfir bara desember mánuðin. Ég ætla að gera 4 vídeó og ég ætla að byrja á fyrstu vikunni í desember. Ég tók 3 wins þar. Ég var að fara svolítið yfir þau trades hérna. Þannig dempum okkur bara í fyrsta DS. Fyrir minn í replay. Nei, leave, Start nú. Og við þurfum að koma okkur í fyrsta DS. Hvað er fyrsti DS? Fyrsti DS. Alright. Förum svona yfir biasin hérna. Eins og sjá, overnight sessionið Overnight sessionið fór í þennan daily for rally gap hérna. Daily busy, buy side inefficiency, sell side imbalance. Ok, þannig dráðum mitt er frekar herra, en þú veist, það er alveg einhver sens væntanlega að við viljum fara nærra, en þið sjá að við erum clearly bullish. Ef við bara fer aðeins að læra timeframe, þá sjáu þið, þú veist, við erum að brjóta hvert og eitt high og við erum clearly að trenda herra. Ok, þannig ég er bullish hér, ok? Þannig checkum hvað market open gerir. Hvað er klukkan hér? Klukkan er, við ætla aðeins að spóla þangað til að New York opnar. Já. Nú hérna opnum við. Við fáum í market open, eins og við sjáum, þá við förum niður og tökum út þetta low hér, ok? Og við myndum þar SMT, ok? Þannig við fáum þetta, eins og margir kallar svona 930 Judas niður og við myndum þetta SMT hér, ok? Og þess að ég var að búast við, það eru nokkuð sem tóku longs frá þessu lowi, en við erum með, þú veist, annað low hér, þannig ég vil ekki taka longs af því þetta eru frekar svona low resistant lows þá, þetta eru hlið við hlið. Þannig ég vil frekar sjá, ef að þetta væri the low of day, þá vildi ég sjá okkur bara brjóta herra og fá einhvers konar condition, eins og ég lærði conditions frá honum Blake eða Perry, PP Trading. Þetta er mjög mikilvæg concepts, þetta er bara svona conditions í markaðinum, eins og sjáu, markaðin fyrir niður og þá er þetta 5 minna conditionu mitt, fatið þið mig. Ok, en hæsta timeframe mitt var náttúrulega 15 minna sem kemur smá. Eins og sjáum við opnum 15 minna hér og það þýðir bara, ef að við erum truly bullish þá ætti þetta að halda. Þetta ætti ekki að inversa ef við erum bullish, fatið þið mig. Þannig ef við skildum inversa þá var ég bara ok, ég er ekki alveg með þetta hreinu og það er líka allt í lagi. En þetta er conditionu mitt og ég vildi sjá þetta halda ef að við værum bullish. Þannig ég vildi sjá markaðin fyrst og fremst bara svona accumulata og við myndum fá manipulata það niður. Það er nákvæmlega það sem við gerum. Og þarna var ég bara að leita af einhvers konar inversion for rally gap upp. Ég tek alltaf inversion for rally gap entries. Við megum alveg trenda aðeins neðar, við gerum það. Og svo sjáum við tökum líka þetta internal low hér, förum í góðan discount. Ef við tökum út bara Fibonacci-ið, við fórum definitely OTE. Sjá hérna, við förum í OTE í 0,62 og ég tek bara fyrsta inversion hér sem er, ég tek alltaf highest time frame inversion, ok? Þetta er bara mjög mikilvægt. Ef að það skildi vera 2 minute þá myndi ég taka það. Ef það skildi vera 3 minute þá myndi ég taka það, fatið mig. En hæsta time frame hér er 1 minute inversion og þið sjáuð að við inversum hér með þetta V-shape. Ég þarf líka að sjá bara gott displacement. Segjum ef að markaðurinn hefði bara choppað svona og bara svona hægt og rólega inversað þá þetta fyrir alveg upp hér, þá myndi ég ekki taka. Ég vil sjá
þú veist, markaðan þarf að convinsa mig að bara að ég að taka þetta, fattiði mig. Þannig ég enter along hér. Ég enter along hér. Ég nokkuð vissum að ég setja stoppmynd bara alveg á lóið því ég vildi sjá þetta lóð vera bara alveg protected. Að ef við skildum, þú veist, retracea í discount af þessu range hérna eða eitthvað, þá væri þetta lóð allavega, þú veist, ég átti góðan séns að vera protected. Og ég var 60 hér. Break even spotti mitt var þetta hér, eins og segja, við erum með 3 minute internal high sem er resting inn í þessu fröðlegapi. Ég vildi ekki sjá price fattiði mig rejecta hennar stað, ég vil sjá okkur bara displacea gegnum hennar stað fattiði mig. Þannig að og sjá ég endaði break even og boom, ég endaði break even hana, unfortunate. En eins og segi, drawið er ennþá herra, við tókum ekki drawið fattiði mig, sem er hér á mínum handi, eða bara herra. Svona. Þannig ég vildi sjá þetta 3 minute inversa, fattiði mig, og boom, við gerum það, ég enter along hér, og fer basically bara break even hér, set stopp mitt hér, og ég basically bara pusha 1 to 1, sem er já, þetta er high. Þannig ég tek bara 1 to 1 hér, ég set stopp mitt á hana propulsion block, hérna. Þannig já, við myndum líka SMT, þannig ég var alveg all out there, bara 1 to 1, það er nóg fyrir mig. Fínt trade, þannig já, það var líka alveg mjög valid, þannig sé alveg valid að hefðu tekið það hér og hefðu bara tekið það allavega hér án þess að fara break even, fattiði mig. Það er líka mjög valid, en mér varst meira valid að fara break even á þessum stað. Þannig já, hoppum í þriðdag. Má sjá. Förum hér. Má sjá hvað klukkan. Við erum að fara í gegnum alla nóttina hérna. Klukkan er hérna 6 og svo 9. Ég er enda búlis bara dráðið er að herra, fattiði mig. Við erum bara endalaust að trenda herra, ok? Þannig ég vildi bara sjá annarkvort einhver continuation models, einhvers konar manipulation, bara eitthvað condition eða whatever. Svo sjáum við fáum displaysum upp í open, fattiði mig, fyrir minna 930 upp. Þannig ég vildi sjá okkur fá retracement í discount og finna einhvers konar longs frá því. Þannig ef við þá myndum við tæknilega sé að vera að accumulata hér, manipulata og fá svo kannski eitthvað herra, fattiði mig, hér. Ég vildi sjá það gerist. Sjá hvað gerist. Og fyrir með þetta herra hér og við opnum upp 15 minna fyrir LGAP og þetta er eins og ég segi, condition. Ég vil sjá þetta buy side inefficiency, sell side imbalance vera bara conditionið í dag, fattiði mig. Þannig ég vil sjá price bara manipulata hér, eða ef að S&P 500 fer í það líka, það er líka valið fyrir mig. Alright, þannig sjá hvað gerist, markaðarinn, sjá, við fyrir boom, niður hér og þetta er svona smá turtle soup sem við fáum hér, fattiði mig. Turtle soup traderar myndi þá endera bara basically bara long leið og við snertum þetta að vera með einhvers konar range stop, ég veit ekki, þú veist, þeir myndi kannski fara eitthvað svona og gera svona, ok? Ég trade ekki turtle soup en ég definitely ég hef það í huga og stundum vill ég sjá svona, ég kalli þetta basically turtle soup reaction, það sem að við wickum þetta og fáum bara immediate displacement upp, bara svona V-shape recovery kallast það. Og þarna var ég að leita af bara highest time frame inversion eins og ég hef sagt. Þannig ég hef nokkuð viss að maður sjá hvað var highest time frame. Það highest time frame já, heyrðu, ég tók hérna, við fengum resweep hér og þá fengum við þetta Mac model, alright. Mac model er þegar þetta targeta unfilled for LGAPs og þetta model er bara með ógeðslega hátt win rate, það er bara þetta er bara eitt besta model sem við veitum. Eins og sjá, við opnum unfilled 5 minna fyrir LGAP hér, þessi lína, þetta er unfilled 5 minna og við erum á sama tíma að delivera úr 15 minna fyrir LGAP, sjáðu. Þannig leið fengum þetta internal manipulation hér, þannig við sweepum þetta low hér, þannig við erum strax komið lower time frame structure líka, þannig við erum búin að sweepa hér, þetta high hér, þetta er 5 minute fyrir LGAP, ok?
Ég tek 30 sekundna inversion for early gap. Cirka bara hér ég með 30 sekundna chartið á tradingview-inu mínu. Það bara á hérna Project X eða þú veist Alpha Futures og Top Step hjá mér. Þannig ég gerir svona. Ég fer break even þessi 5-minna af því það fattiði mig. Þú veist, það Mac-modalið. Þú veist að target þetta fyrir early gap, þú getur annarkvort tekið take profit þar eða nota þetta sem break-even spot, fattiði mig. Og það líka mjög valid og ég geri þetta rosalega oft. Ég pusha stundum bara inn í fyrir early gapinu, þá pusha ég bara 1-to-1, fattiði mig. Ég geri það líka mjög oft, en ekkert alltaf. Sérstaklega þessi trade, ég var bara mjög bullish, ég var mjög confident að við myndum bara displace í gegnum þetta 5-minna. Þannig ég fóð bara full take profit hér. Ef að S&P 500 myndi taka það hæga undan, fattiði mig, þá myndi ég close tradeið early, en við gerum það held ég ekki. Þannig ég fekk full take profit hér, geggja trade, bara awesome. Þannig já, ég tók svo eitt trade í viðbót og það var á 50-deginum. Má sjá, förum í 50-daginn, við þurfum að fara í gegnum heilan dagina, má sjá. Þetta miðvikudagurinn, svo þurfum að fara á 50-daginn. Förum hér. Svona 50-dagurinn. Eins og sjá, ég drar ennþá herra. Við erum búin að inversa þetta daily hér. Eins og sjá, við fengum daily inversion hérna. Við dráðum herra. Við erum að fara herra. Eða byrju, má sjá. Ég ætla að checka það sko. Var búin að taka þetta high? Nei, ok, já, það gerist seinna í vikunni. Eða næstu viku eftir þessari eða eitthvað svoleiðis. Þannig já, förum hérna í open. Boom, við fáum immediate displacement upp og markaðurinn, já, má sjá. Og fer svo beint niður aftur og manipuleitar öll þessi lows hér, fattiði mig. Og þarna var ég að leita longs, ok. Ég vildi sjá okkur mögulega fara bara í discount hérna eins og við gerum. Þið sjáum markaðan fyrir discount. Ég vildi sjá okkur taka út eitthvað af þessum lows hérna, fattiði mig, og fá Mac model. Sko, ég var alveg vikinn að trade sem ég tók hérna var frekar mikið svona myndi ég kalla parent trade. Þetta var ekki, það var ekki mikið af rally gaps hérna to the left of us, fattiði mig, sem ég gæti basea einhvers konar bias út frá, fattiði mig, það var mögulega 5-minna eða eitthvað, en það ekki nóg. En allavega við fengum þetta reaction hér og við erum líka með þetta internal manipulation og external manipulation. Það sem ég gerði, ég tók þetta Mac model sem ég fucking elska, fattiði mig, unfilled, bara targeta unfilled for early gaps. Við fáum þetta, sko, það sem að konvinsaði mig eiginlega mest við þetta, og þetta var definitely parent trade, bara horfið á þennan kandil hérna, þessi hér Dodgy. Ég hef verið í Discord með Dodgy. Dodgy talar sko, Dodgy kennir mjög vel discretion, myndi ég tala hann kennir rosa mikið, hann mjög discretionary trader, fattiði mig. PP trading meira svona mechanically, þeir gefa miklu meira svona mechanical part af bara svona öllu trading, en Dodgy getur kent þér svolítið discretion, og þetta það sem hann talar svona light bulb candle sem segja bara fuck, ok, á markaðinni definitely að fara að rebalansa að minnstakosti þetta 15 minna. Þannig ég endur á þessu kandli og fyrir bara break-even á þessu, ekki þessu high heldur 15 minna, ok. Ég með stoppmynd á break-even hérna, og þarna til dæmis ég að pusha 1-to-1 af því þarna ég ekki alveg confident að við förum í þetta high, þannig ég var að pusha 1-to-1 og boom, tökum 1-to-1 og bara geggjuvika hann að endum. Þannig já, þetta var fyrsta vikan í desember. Þetta búið að vera geggjuð, þetta búið að vera geggjaður fokki mánuður. Eins og ég segi, þetta búið að vera eitt besti mánuður hjá mér í trading, bara karriérinu mínu. Ég var að taka payout, bara það var að lenda í bankunum minn núna, ég tók það fyrir 2 dögum. Þannig já, stóri hlutur að koma 2006, ég ætla að byrja að posta TikTok, ég ætla að gera alls konar hluti. Þannig já, bara takk fyrir að fylgjast með og já, sigur.